Góða kvöldið, elskurnar. Við bjóðum ykkur hjartanlega velkomin í þennan 12. þátt einingarinnar og við erum svo lánsöm að fá elsku dásamlegu Kakvölu til þess að spjalla við okkur og hún er komin hingað. Sæl og blessuð Kakala og hjartanlega velkomin. Komdu sæll og blessaður. Mér er heiður að vera með ykkur hérna í dag. Mikill heiður. Takk fyrir. Það bárust nokkrar spurningar til þín. Já, Það er spurning hvort að við byrjum ekki bara á þeim. jú, endilega. Ok, elskan. Ég stýri engu hér. Nei. Þú ert komin yfir að stýra. Já, Það er þá fyrsta spurning. Mig langar, já, af hverju eru sumar sálir fastar eftir jarðvistina og komast ekki áfram? Er þetta satt? já. Nú þurfum við að fara svolítið inn á það hvernig jarðneski hlutin okkar virkar. Og þá erum við að tala um líkamann og heilan, heilakrúttið. Við getum sagt að það sem að margir segja frá og upplifa að einhver sem að þeir ná tengingu við eða hafa heyrt af í gegnum alls konar andlega vinnu, í þannig svona spyrst þetta út og þaðan svona kemur þessi frásögn eða frásagnir að einhver sé fastur. Að þá er það einhver sem að er lengur í umbreytingunni. Já, Sjáðu til. Já. Af því að þegar við erum hérna á jörðinni, þá erum við misjafnlega meðvituð andlegu heimana. Já. Já. Og bæði misjafnlega meðvituð og með misjafnlega mikinn ótta við það hvað tekur við. Og þegar það er mikill ótti hjá okkur varðandi það að þegar við förum í umbreytingana úr ákveðinni jarðvist, að þá erum við hikandi í umbreytingunni. Já. En þetta er ekkert sem að sálin upplifir neitt sársaukafullt á neitt hátt. Við skulum tala um að það sem að við köllum, eða þið kallið að sé að festast, þá er það bara einhver sem er lengur að aðlagast umbreytingunni. Já. Og þar af leiðandi er þá, við getum sagt, nær jarðarsviðinu í lengri tíma en þeir sem að við til viðmiðunar köllum að festast ekki. Þá er bara, þeir þurfa bara meiri tíma til að aðlagast. Já, ég skil. Þannig sko, eftir því sem að við höfum meira minni í tiltekinni jarðvist, minni þá andlegu sviðin, eftir því sem að við höfum verið meira að flæða í þetta og eftir því sem að tengingin við aðra sjálfið er stöðugri og meiri, þá er umbreytingin auðveldari. Já. En það festist enginn. Og á meðan þessu fasi er í gangi, þegar við getum talað um einstakling sem á erfitt með að aðlagast umbreytingunni, að þá er hann samt alltaf með stuðning margra aðila, teymisins síns, öllum stundum. Já. Þess vegna finna þeir sem eru næmir og miðlar svoleiðis hérna á jörðinni, þau upplifa það að þessi tiltekna sál sé föst, komist ekki yfir. Já. Þannig að þetta er svona, því að þetta er svona típist dæmi um það
eitthvað svona ferli sem að heila krúttið ykkar, af því það er svona ákveðið svona þröngsýni hjá heila krúttinu, hann heldur bara utan vissa viðsýni. Já. Þannig að hugsunin ykkar næri ekki alltaf utanum svona hluti eins og þessa. Já. En þá er þetta rauninni eins og allt, getur sagt það, að þá er alltaf einfaldar útskýringar í rauninni, eins og þarna. Þetta er bara sál sem að þarf lengri aðlögun til. Já. Og við getum, ef okkur langar, og við höfum svona eldmóð í okkur til að umbreytingin gangi sko sem best, og auðvitað gengur hún alveg vel að samanskapi þó hún sé hæg. Já. Ekki misskilja það. Að þá er það að vera stunda, vera að stunda andan eins og maður segir. Þá er ég að tala maður þarf ekki að vera að gera eitthvað rosalega drastískt, bara vera meðvituð æðra sjálfið. Þú veist, afla okkur þekkingar og visku, og þá verður þetta alltaf auðveldara. Já. Þannig það er nú það sem ég vildi sagt hafa. Já, þetta var mjög áhugavert. Já. Þá er næsta spurning. Eru geimskip eða geimför í loftinu yfir Íslandi og annars staðar? Já, mikil ósköp. Það er nefnilega þannig að það eru merkilegi tímar, og að sama skapi vil ég líka tala að það er alltaf merkilegi tímar. Já. En nú eru ákveðnir tímar, og það er mikil opnun í gangi. Já. Og það hafa alltaf verið geimskip og geimför á flugi víða. Og þegar, nú ætlum ég að taka þetta svolítið vítt. Þeir sem hafa mikið verið að kynna sér þetta áhugaverða málefni, að það hefur svona verið þannig eins og þess, við getum talað geimskipin, að þeir séu að lenda rosalega mikið ákveðnum svæðum í heiminum. Hérna. Og það er til dæmis má ég nefna Ameríku. Það er eins og maður getur haldið ef maður fylgist með svona yfirborðinu, því sem að koma fram, að geimskipin sé að lenda mest þar og séu mest á sveimi þar. Málið er það að þeir í heild sinni, ef við getum talað ákveðinn hóp sem að býr á þessu svæði, þarna, þetta er rosalega stórt svæði, var fljótari að vera opnari fyrir þessu. Já. Þannig að það komist þarlandi á samskipti fyrr, en þá vil ég segja í samhenginu að þau hafa verið svífandi alls staðar annars staðar líka. Já. Ekki bara í Ameríku, öllum löndum, öllum stöðum. En að því að við erum að opna okkur, leið að við höfum áhuga, þá tengjum við okkur við þau. Já. Þannig að svo sannarlega, þau eru á sveimi út allt. Þetta er mjög áhugaverður punktur af því að ég skil ykkur systkini mín sem eru ekki á jörðinni þannig að þið eru ekki í neinum aðskilnaði, þannig að fyrir ykkur er ekkert skemmtilega að vera í Bandaríkjunum eða á Íslandi eða Danmörku. Nei. Þannig að þið sækið ekkert meira í ákveðin svæði á jörðinni. Nei. Það er svolítið mikilvægt að það komi fram. Já. Og svo langar mig að tala að þetta er tvennt. Já. Ég gæti komið til ykkar í geimskipi. Já. Og svo geti ég komið svona eins og ég er að koma núna. Svona telepatikal. Já. En akkurat. Af því að raunverulega tók svolítið langan tíma fyrir samvitunduna, ykkur í heild, að opna nefnina, þá nefnin hafi alltaf verið til staðar, hún var bara svona dvala. Já. Þá notum við þetta líka, að við birtumst, það er
við byrtum svona, þegar við getum talað sko að geimskipin þau koma, þau eru ákveðin tíðni. Þau eru svona, við getum sagt, þegar þau koma hérna inn í jarðarsviðið, að þá getum við sagt þau séu svona hálf líkamleg og hálf andleg. Já. Þess vegna eigum við mörg hver auðveldara með að sjá þau, þar með ná þau að sýna sig og jafnvel ná til okkar, heldur en að sjá með andlegu vitundin okkar þetta andlega og allar þessar verur þar í gegn. Akkurat, já. Þannig að þetta eru tvær mismunandi leiðir, báðar jafn góðar, nema það er auðveldara fyrir ykkur að sjá í rauninni geimskip og verur þegar þær koma með geimskipi. Já. Af því þær eru, nær ykkur í tíðni. Þær rauninni koma úr efnisheimi sem er mjög lítið efnislegur, en það er mismunandi eftir hvaða verur þær eru. Sumar eru ekkert efnislegar, sumar eru örlítið. Þetta er bara svona gegnumgangandi fjölbreytileiki. Og þegar þær koma inn í jarðarhvolfið, þá ólíkt því sem að þið eru að gera, mannkynið, þið eru að gera ykkur meira andleg. Þegar þeir koma hérna inn, þá þurfa þau að gera sig meira, þau þurfa að þétta sig, tíðnina. Já. Og þau geta það, því það er svo mikil tækni og þekking á svona, tíðni og orku. Þannig að þau, það er skiljanlegt hvað hefur verið mikill ótti við einmitt þetta að sjá geimskip, sjá verur koma út og margir hafa náttúrulega upplifað þetta. Og í rauninni þurfið ekki að vera með meiri ótta fyrir þessu en að sjá eitthvað í gegnum andlega augað ykkar. Akkurat. Þannig þetta er leið sem að rauninni var komið á til að nálgast samskipti við ykkur og efla samskipti, ná tengingum. Þess vegna núna eru svo margir að sjá og það er svo mikið að sjást núna, en það raunverulega má segja að það sé alveg jafn mörg og voru fyrir 30 árum, 40 á sveimi. Já. En þeir eru bara opnari og áhugsamari. Af því, ég minni aftur á frjálsa viljan, af því þarna hafið þið frjálsa vilja. Já. Sko, það er kannski líka mikilvægt að nefna að sko, það er svo mikill ótti hjá mörgum við ykkur sem að eruð ekki í líkama hérna á jörðinni. Já. Sko, mér er farið að finnast persónulega óviðeigandi að kalla ykkur kosmískar verur af því að þú ert systir mín og þið systkini mín eru hjá mér öllum stundum. Sko, ég geti miklu frekar óttast jarðnesystkini mín heldur en ykkur vegna þess ég finn ekki nema bara þessa umvefjandi, fallegu, heilandi ást og gleði. Já, einmitt. En með þessi ákveðni svona aðskilnaður og hik í samvitundinni gagnvart okkur, að þá verðum við að tala okkur sem kosmískar verur eða hvað sem að fólk kýs að gera. Af því þá líka fólk verður að átta sig á því hvað er verið að tala um. Þannig þetta er svona hjálplegt líka, sjá til að það þarf aðeins að skilgreina og átta sig. En raunverulega náttúrulega eins og þú ert að fara inn á, þá eru þið alveg jafn mikla kosmíska verur eða eins og sumir segja geimverur, þó að sé nú undanhaldi, fyrir okkur eins og við fyrir ykkur. Þið eru kosmíska verur fyrir okkur. Það er alveg rétt. Og ég var raunverulega bara kannski að tala um mína persónulegu upplifun, en hún er að sjálfsögðu alls ekki betri eða réttari heldur en annarra því að
það er umverulega ekki rétt eða rangt á jarðarsviði. Nei, einmitt. Eða þá erum við, held ég komið með þessa spurningunum Já. og vil ég bæta eitthvað Nei, við? nei, Ok, bara. þá er það bara næsta. Já, Eru sérstakar afstöður í stjörnuspeki á næstunni? Er eitthvað sem að þú getur svona útskýrt eða fjallað um svona varðandi á afstöðu stjarna á svona stjörnuspeki? já, já. Það eru raunverulega alltaf ákveðnar og sérstakar afstöður. Mm. Já, og ég vil fara svolítið inn á þetta svona fræðilega séð. Sko, stjörnurnar og alheimurinn. Þær eru það sem að margir kannast við makrokosm Mm. og þið, hvert og eitt, eru mikrokosm. Mm. Þannig að alveg eins og stjörnukerfið sem er inn í ykkur, því það er stjörnukerfi inn í ykkur hverju einu, er alltaf að flæða og er alltaf með nýjar og sérstæðar afstöður, að þá er það sama með ytri heiminn eða makrokosm. Já, það er alltaf, og þetta vinnur allt saman. Já, þetta sem að við köllum sérstæðar afstöður í einum ytri stjörnuheimi, makrokosm, það er það sem að við köllum svona, já, portals. Já, svona, hvað myndir þú segja að var íslensku? Ok, þetta er allavega, þetta er svona, það er verið að opna. Portal, getur það verið? Þetta er svona tenging. Tenging, já. Það er raunverulega, portali myndast þegar verið að opna milli tíðna eða vita, þá er svona portal. Alveg rétt, já. Þannig að það er þannig, eins og til dæmis, já, það sem er gaman að nefna núna, því það er næsti tíma, það sem er stór svona portal að opnast, að það er 7. júlí. Já. Að þá er sérstök staða og hún er líka hérna inni hjá ykkur. Já. Þið eru alltaf að horfa út fyrir á stjörnu ástöðunar í einum ytri heimi og þið finnir náttúrulega allir þessi áhrif, þið gleymið að athuga hérna inni. Já. Og þetta sveiflast allt saman og vinnur allt saman. Já. Þannig að 7. júlí er ákveðið portal opnast. Ok. Já. Mjög við köllum þetta athyglisvert. Venusarhliðið. Já. Þarna er sterk afstaða milli Venusar og jarðarinnar. Já. Akkurat þarna. Og þá streymir orkan þaðan hingað til ykkar. Já. Það er hækkun á tíðni. Þetta eru mjög athyglisverðar upplýsingar. Já. Þannig að þið munið þetta, Venusarhliðið. Já. Og það er nú bara þannig, eins og hefur nú komið stundum hérna fram, að ekki vera að nota mikið einmitt rökhugsunna og hugsa bara Venusarhliðið. Já. Þá er þið búin að tengja ykkur núna við þessa ákveðna tímasetningu sem er 7. júlí og þá er þið búin að tengjast portalinu núna. Já. Þurfið ekki að gera neitt. Já. Og svo geti ég haldið áfram í allt kvöld, tala alls konar portal og opnanir. En við kannski tökum bara sérstaka þátt í það. Bara endilega Kakala, við skulum stefna á það vegna þess að það er alltaf stórkostlegt að fá þig sem sagt í svona þátt. Já. Herðu. Og munið líka,
ég ætla að koma inn að Já, bæta bara við endilega, þetta. já, Það sem ég sagði í síðasta þætti, já, mjög fljótt svona upp að þáttar, þá var ég að tala um að það er allt í sama rýminu. alveg rétt, já. Tengið þið svolítið við þá þær uppsýningar að það hugmynd sem ég var að koma með til ykkar. Þetta makrokosm og mikrokosm sem að lýsa þetta á hann. Þetta tengist allt inn á það, hvað allt er í sama rýminu. Já, einmitt, já. Og bara sjáu þetta bara fyrir ykkur þessi hugtök og ekki tök svo mikið. Nei. Þá bara kemur skilningurinn eftir ykkar eftir 2 tíma á morgun. Já. Það er allt í sama rýminu, raunverulega. Þess vegna er svo auðvelt fyrir geimskipin að koma hérna inn. Akkúrat. Já. Já. Svo er það spurning til þín. Já. Ert þú frá sjöstirninu eða Andrómedu eða einhverjum öðrum stað, ef að þú vilt segja okkur að þetta er spurning sem að kom, hvort að þú sért frá þessum stöðum eða, ég ber bara spurningar að vera beint eins og þú var. Já. Ég er búin að koma víða við og ég hef aldrei samt verið á jörðinni, en ég hef verið á stöðum þar sem eru svipuð meðvindastigi og jörðin. Þeir eru til víða líka. Já. Og þar sem voru miklar andstæður og töluvert mikill aðskilnaður, og þar svona byrjaði ég, má ég segja, mitt ferðalag. Já. Og svo getum við sagt að ég sé búin að vera, ég er búin að vera á plánetum í sjöstirninu, ég er búin að koma við í Andrómedu, ég er búin að vera á Lyru og því kerfi og hérna ég geti verið með heilmiklu upptalningu. Og þetta er upptalning líka fyrir ykkur. Já. Þið getur líka að tala svona upp þegar óminni fer og þið farið að fá að vita og sjá að þá er upptalningin ykkar líka svona. Já, eins og ég er að nefna hér. Já. Ég kynni mig, ég sé frá Arcturus, sem er stjarna í stjörnukerfi sem heitir Bótus. Já. Og í ákveðnum skilyrðum þá sést hún frá norðurhveli jarðar. Já. Og ég tala alltaf að því að þið sjáu til, ef ég myndi vera að koma fram og segja, já, ég er frá þessu og ég er frá þessu og ég, sem er rétt. Ég meina, það væri ekki tilgangur með að vera með einhverja, þannig þið vitið að telja upp einhverja alla staði sem maður verið á, þá sætir maður bara hérna út vikuna. Já. Þetta er þannig. Já. En þar sem ég hef verið hvað næst ykkur í tíma hérna. Því svo er tíminn líka rosalega afstæður. Já. En ég er að vinna með ykkur hérna á jarðarsviðinu og ég er líka að vinna við það. Að þá hef ég sett þetta niður svona að því að ég hef verið hvað mest á Arcturus, næst ykkur í tíma hérna núna og hef tilhengað mér ákveðna eiginleika sem að þeir hafa. Já. En allt, sjáðu til allt, ég er samansafn af öllum þessum stöðum og mér langar að segja, við getum líka sagt að allir þessar plánetur og staðir séu bara ákveðna svona mismunandi skólar. Já. Ég gæti sagt bara hérna í fullum sannleika, þegar ég spyr eins og ég er oft spurð í svona flæði eins og núna, hvaðan ert þú kakala, geturðu sagt okkur, þá geti ég sagt bara, já, ég er frá uppsprettunni. Já. Og þeir eru nú ekkert ánægð með þau svör. Ekkert endilega. Og það var einhvern veginn svona óbáslega einfalt og óspennandi, en samt ekki. Já, nú er ég aðeins að svona fara í léttleikann. En þannig að við erum öll frá sama stað. Alveg sama hvort að þessi ég hérna kakala sem er frá Arcturus og er þið í framtíðinni, eins og ég segi stundum, eða einhver sem er búinn að vera stutt á vegferðinni og þið skiljið hvað ég á við.
að við erum öll frá sama stað. Við eigum öll sama heimili. Pláneturnar og vittirnar og allt þetta eru skólar. Mismunandi skólar. Er ekki spennandi að velja sér skóla þarna og svona skóla þarna? Finnst þið það ekki? Jú, mjög. Og svo því ég er búin að klára þarna, þá hef ég heyrt að það sé rosalega gott fyrir mig að fara þarna. Þetta er svona. Já, akkúrat. Já. Og það sem þú varst að segja, sko, er mjög áhugavert. Já. Af því að þú hefur ekki búið á jörðinni. Nei. En eins og þú sagði svo fallegi í síðasta þætti að ferðalög okkar allra liggur frá ljósi til ljós. Já. Þannig að þú hefur þá farið á aðra plánetu sem er svona sambærileg jörðinni. Já. Og þar hefur þú gengið í gegnum myrkrið og þjáningarnar til þess að öðlast þetta stórkostlega ljós sem að þú hefur núna. Já, ég gerði það. Og það er búið að vera mjög erfitt. Já. Þannig að þú hefur gengið í gegnum þjáningar og þekkir þetta alls saman. Já. Ég hélt alltaf áfram. Stundum gafst ég upp. Lengi gafst ég upp. Var bara í uppgjöf. Já. En svo heldur maður alltaf áfram. Einmitt. Já, það er alltaf framhald. Já. Sama hvað maður hvílir sér lengi, það skilur allt í lagi. Já. Svo bara heldur maður áfram, tekur sér poka og heldur áfram. Já. Þetta er nú gamalt máltæki. Jú. Sem er á sveimi. Já. Þetta voru skilaboðin þín, persónulega. Já, takk fyrir það. Þá tekur maður sér poka og heldur áfram. Já. Yes. Já, það eru niðurstreymi, staður á Þingvöllum þar sem orka Íslandsenglanna Tífana streymir niður. Einn er Íslander. Já. Er þetta sem sagt eitthvað sem þú getur brugðist við eða svona kannski bætt inn í eða svona dýpkað? Já, ég er nú til að dýpka þetta. Já, sko, við skulum tala þetta land hérna sem er ungt, rosalega ungt í jarðarsögunni. Og það eru, mjög sérstakir náttúruvættir hérna og það er af því að það er svo mikil tækifæri til að það sem að allt er nýtt, það sem að allt er nýlegt, þá er svo mikil tækifæri til að byggja upp góða orku og hækka tíðni. Því það er þannig að inn í jarðarsviðinu, þar sem eru mikill svona þéttur massi á öllu og svona þykkelsi, að þá eru umbreytingarnar alltaf á jarðarhlutunum, þá getur talað jarðskorpuna, öll þessi hreyfing, það eru jarðskjálftar, það eru eldgos, þetta er alveg það sama og hreyfiafli sem að þið notið. Já. Sem er það sem við köllum myrkur og aðskilnaður. Já. Jörðin er hliðstæða við ykkur. Já. Hún er bara alveg eins og þið, jörðin. Og á nýjum stöðum eins og hér, þá getum við verið með meiri uppbyggingu á orku og tíðni en á gömlu stöðunum. Þar sem eru eldri staðir, þar sem er búið að vera, hvað getur sagt, jarðneskt líf lengur, það er seinlegra og erfiðara að búa til og hækka ákveðna tíðni. Já. Og það er nú þannig að það er rosalega, við getum sagt, sterkar tíðniverur sem eru náttúruvættir. Þeir eru mjög jarðneskir og þeir sjáum að halda þessu öllu gangandi þarna. Það eru alls konar verur.
þeir eru líka rosalega tengdir við andlega heiminn. Og þetta nafn sem kom þarna, allt svona sem við heyrið, það er allt rétt. Já, af því að þessi grípur þetta nafn, einhver af ykkur fer nálægt þessum stað, eða það er ekki eins og það nálægt honum, en tengist þessum stað sem þú nefndir, og tengist við þennan tífa, eða hvað það er. Það er alls konar stærri verur og já, og allar þessi náttúruverur og vættir. Aldrei efast að þeir finni fyrir þeim eða fáið einhver svona nöfn eða heiti, að það er alltaf rétt. Þau eru að ná sambandi við ykkur. Ekkert öðru síðan elskulegu kosmísku verurnar, eins og við kallum þær hérna, sem er að koma, já, í rauninni utanfrá, en samt ekki. Ég verð að tala um þetta svona. Það er eins og þeir sé að koma til ykkur utanfrá, en reyndin er ekki þannig, en ég ætla ekki að flækja þetta of mikið hérna núna. Hérna, það eru öll, sko, Þingvallavatn, já, Þingvallavatn er ekki einstakt að þessu leyti. Nei, en það sem að margir upplifa sem að tengja sig við þetta vatn, þeir upplifa að það er svo einstakt. Alveg svo við, og sérstaklega með öðrum jarðlífinu, við tengjumst einhverju og við upplifum það svo einstakt. Og það er þessi sterka upplifun líka sem við erum að sækja hér. Já. Þannig að öll vötn og allir lækir og ár og allt sem að því nú var að vera að fara svolítið inn á vatn. Allt er þetta jafn einstakt. En að því að þið eru mismunandi, með mismunandi stjörnukerfi inn í ykkur, já, getur sagt það, að þá er misjafnt hverju þið tengist. Já. En það er alveg ótrúlegt. Ef ykkur langar að tengjast náttúruverunum, þá er það bara eins og að þið tengið ykkur við okkur. Eða þið ætlið að tengja ykkur við ástvin ykkar sem farnir eru yfir og allt það. Að þá er það bara að óska eftir því. Já. Það þarf alltaf að vera ásetningur og þá fer ferlið á stað, flæðir. Og það er svo margt að skoða. Já. Gríðarlega. Já. Þannig já, það er tífið þarna sem heitir þessu nafni. Viltu bæta ykkur við þetta? Nei. Taka það bara næstu spurningu. Já. Er hægt að lækna krabbamein með bænum? Já. Bænir byrja með góðum ásetningi. Á bak við það er fallegur hugur. Við getum stytt þetta í færri orð, skilyrðislaus ást. Þegar við sendum bænir frá okkur, eða köllum það eitthvað annað, þegar við erum að senda til annarra mannesku, góðar hugsanir, góðan ásetning, að þá er það skilyrðislaus ást. Og hún heilar allt. Hún heilar allt. Þannig að manneskjan sjálf sem er með krabbamein eða þann sjúkdóm eða einhver annar sem er að senda til hennar, hún getur sjálf sent til sín og þetta er að gerast víða. Það heyrast svona sögur þar sem fólk heilaði sig sjálf og eða aðrir gera það. Sko, þetta er ekkert öðruvísi en það þegar einhver fer í heilun og fer í svona tíðni heilun og orkuheilun og heilarinn er að senda ákveðna tíðni líkaminn til líkamanns. Hann er í ójafnvægi. Já. Það er nánast alltaf þannig
Og það er eins og með sjúkdóma eins og krabbamein, mm, að það er ójafnvægi á andlegu sviði fyrst, já, sem fer út í líkamann og verður líkamlegt. já. Byrjar allt á síðanlega. Já. Svo eru einstaka veikindi sjúkdómar sem að byrja ekki þannig, en við höfum sett í lífsplanið okkar að taka til ákveðins þroska, getur verið fyrir okkur eins fyrir aðri kringum okkur eða bæði. En það er þetta, sko, við erum fyrst og fremst andleg og það er nú svona títt nefnt hérna í þessum þáttum. Og svo erum við komin hérna í líkans meðvitund með líkama. Og á meðan við erum að streitast á móti, og þegar ég segi streitast á móti, þá er það óttinn og það er aðskilnaðurinn. Þá er unbalance, það er ójafnvægi. Og þá er dálítið svona hending á því að þegar andlega kerfið okkar hérna er í ójafnvægi, þá bara svona svolítið hending á því bara hvaða sjúkdómur við grípum. Það getur verið ýmislegt. Og ég vil nefna kannski að það er hérna sjúkdómur eða röskun sem er rosalega algeng á jörðinni í dag. Og það er það sem að þið kallið hérna vefjagigt. Það er svo sjúkdómur sem er hvað mest af andlega meiði og margir aðrir með, en af því hann er svo algengur, þá er gott að taka hans sem dæmi, af því þá tengja margir. Hann er andlegur fyrst og fremst, hann kemur vegna áfalla og sársauka og fyrirstöðu. Að því ég segi fyrirstaða, þá er þegar við förum í fyrirstöðu, þá er það þegar við neitum að horfast í augu við sársaukann, neitum að læra við svo heila okkur, neitum að sjá áföllin, þá kemur þessi fyrirstaða og hún fer út í líkamskerfin okkar. Og svo er eitt sem ég vil segja líka. Setja svona tóni við þetta. Minn ykkur á, og þetta er svona ákveðin kóði, að þrátt fyrir þetta sem ég er að lýsa hérna, fyrirstaða, aðskilnaður sem að við erum í, að þá er einmitt þetta sem við ákveða að koma hérna til að vera í. Til að þroskast, læra meira, sækja meira ykkar eigin visku sem er allan inni, og við skulum segja, og mér finnst erfitt að segja það, af því að það er svona að einhverjar ákveðnar raskanir sem að þið ákveða að koma með, eða það kemur til ykkar út af svona ástandi sem ég nefndi áðan. Það eru hvergi betri tækifæri en til að ná meiri þroska, sálarþroska. Það er kannski erfitt að heyra þetta, en þegar ég seti þetta svona fram, að þá opnast á opna í sig ýmsir kaflar og kóðar hjá ykkur. Já. Þannig að í hvert einasta skipti sem að bæn er send út, góð hugsun, góður hugur, það virkar alltaf. Þá er það næsta spurning sem er svona að svipuðu meiði. Er hægt að lækna alkohólisma með bænum? Já, svo sannarlega. Við erum rauninni, þetta eru 2 spurningar sem fá í rauninni sama svar og ég var að koma áðan. Já, alkohólismin er rosalega, við getum sagt fara inn á þetta er rosalega svipað og við getum sagt vefjagigtin. Hann er rosalega andlegur. Já. Og það er einmitt þetta sem ég fór inn á, það er öll fyrirstaðan og hikið, neitast að horfast í augu við hlutina eins og þeir eru, þá förum við að flýja, þá förum við að
sækja í ákveðin efni sem að deyfa sársaukann og svo þegar við höfum fundið einu sinni, ok, förum aðeins inn í þetta flæði. Þegar við höfum fundið einu sinni að við getum bara tekið eitthvað inn já sem að bara setur allt á hold, þá því miður að þá verður svo freistandi að fara þarna aftur. Já. Af því að ég get sagt ykkur fullum fetum hérna, af því að þessi röskun er mjög algeng á jörðinni í dag, að í smá stund þegar þið farið inn í þetta ástand sem er að nefna takið eitthvað inn, sem að samaskapi hefur miklar aukaverkanir fyrir kerfin, en í smá stund þá komist þið í þetta ástand sem að er ámóta þessari einingameðvitund. Já, þess vegna, og það er stærsta ástæðan fyrir því að fólk er að sækja svona mikið og losnar ekki út. Það er ekki heilakrúttið, eins og ýmsar rannsóknir hjá ykkur hafa sagt og hafa sagt í marga áratugi. Það er ekki blessa heilakrúttið og hann gerir ýmislegt svona skrítið, að þarna finnið þið, og við getum sagt að það eru oft í nokkra sekúndubrot. Það rifjast upp og það fáið þið sömu tilfinningu og einingar ástandi. Þá er ég að tala um þetta ástand sem þið þekkið svo vel. Já. Þegar þið voruð í fullkominni kyrrð, sameinuð uppsprettunni og í engum aðskilnaði hér og þar. Já. En það sem er svo slæmt við þetta, að þegar ákveðið efni eins og þetta sem þið takið stundum inn hættir að virka, sem er oft eftir skamman tíma, þá eru fallið svo hart. Þá verður rauninni erfitt að rétta sig af upp í svona miðjuna þarna. Já. Þannig það er alltaf verið að glugga svona í svipað ástand eins og við upplifum í einingameðvitund. En það er bara svona einhverjar sekúndur. Já. Þannig að þetta er svona einmitt akkurat það sem að samræmist þess sem ég var að segja áðan við hinni spurningunni. Það er öll þessi fyrirstaða og hik sem við erum alltaf í að klára þessa ferla hérna, að upplifa sársaukann, leyfa honum að flæða á þess að festast í honum, öll þessi ferli, öll þessi heilun. Já. Getur sagt, já. Við getum líka bara sett svona heiti sem væri svona þak yfir, já, eins og þessar tvær raskanir sem bara fyrirstaða. Fyrirstaða. Já, til einföldunar. Þetta var svona ákveðið svona innsýna svona kóði. Já, ok. Já, ég held þessi búin að svara þessu. Ok. Já. Þá var það hérna einur að velta fyrir sér, já, verkefni okkar í þessari jarðvist og frjálsum vilja og hvernig það er í samhengi við til dæmis að veikjast af illvígum sjúkdóm á besta aldri og ganga í gegnum þannig ferli og annaðhvort lifa af eða kveðja þessa jarðvist. Er þetta hluti af okkar vali? Ok. Ég er búin að fara inn á svona smá punkta hérna áður sem að koma inn á þetta með þessu svari við þessa spurningu. Sko, það sem ég vildi impra á við ykkur að auka viðsýnina ykkar þannig að því það er svo gagnlegt fyrir ykkur í eiginlega öllu sem það er að gera núna. Að átt ykkur á því, þó það getur verið erfitt, að þá bara gefist ekkert upp að þessi jarðvist sem við erum í núna er ofboðslega stuttur tími á heildartímalínu ykkar. Já. Þannig að þegar þið farið að hugsa þetta svona, þá gerist þið pínu áhorfendur í eigin lífi. Og eru svona aðeins á kantinum. Já.
þá eru þið ekki eins föst í svona einhvern veginn hringamiðunni miðri og það, samt er það upplifa ferli með skýrt en þá svona þið farið það kemur svona aukinn skýrleiki. Já, og alveg svo ég kom hérna svolítið inn á áðan að þegar þið setja niður lífsplani ykkar fyrir þessa jarðvist að þá sko þá er það yfirleitt þannig að þá er það að velja þessa sjúkdóma eða ástand sem kemur. Já. Það er til dæmis þannig. Þetta er svona ef ég nefni dæmi sjúkdóma sem típiska sjúkdóma sem að veljast, það væri það getur verið svona eins og að fá hjartaáföll og heila blóðfall og oft svona eitthvað sem gerir skyndilega til dæmis og svo er svona allur gangur á því. Sumir sjúkdómar eru svona meira krónískir og áunnir og hérna eins og vefjagigt. Já. Það er svona afleiðing. Því þar erum við í fyrirstöðu. Já. En svo er ýmislegt sem við erum búin að ákveða fyrirfram og flest er þannig. Já. Engar tilviljanir og eins ákveða sirka tímabili við ætlum að fara og hérna ok, nú ætlum ég að koma með gott dæmi. Já. Verðandi þetta tilgangin með því að setja það í lífsplani illvígan sjúkdóm sem er manneskjunni ofboðslega erfiður og tekur á sálarlífi hjá allri fjölskyldunni og allra sem er kring og svo deyr hún á besta aldri, fer yfir á besta aldri. Sko, þið hafið hitt flest ykkar mannesku sem er í svona ferli, einhvern tímann hafið þið hitt á lífsleiðinni ykkar. Já. Og við gerum þetta, mín kæru, þá ákveðum við að taka svona sjúkdóm með okkur til að öðlast meiri dýpt. Já. Við erum kannski oft búin að vera á bölvuðu flippi, nú blótaði ég, nei, ég segi bara svona mörg líf og líf, miklum aðskilnaði. Já. Og okkur langar, af því að það er alltaf, þú veist, það er náttúrulega alltaf lægra sjálfi sem er í aðskilnaðinum og svo er hann aðra sjálfi alltaf að kalla. Já, kalla á lægra sjálfi, já, förum nú að gera eitthvað og þú veist, svona er þetta. Og svo vinnst ekkert af því það er þessi fyrirstaða sem er títt nefnt hér. Þá tökum við á það ráð í samstarfi við teymið okkar. Ok, við ætlum að setja núna í planið þennan erfiða, krefjandi sjúkdóm eða hvað það er, einhver eldraun, já, sjáðu til að komast í gegn. Já. Til að komast í gegn. Af því það sem ég var að nefna áðan tók svo smótið úr þegar við öll hitt mannesku sem er í ákveðnum eldraunum saman hvort það er sjúkdómur eða hjá henni sjálfri eða eitthvað svona að það er flæðandi viska ofsalega mikið dýpt. Þetta getið þið öll verið sammála að þið tengið við þetta og jafnvel upplifið þetta mörg að þetta upplifið hjá okkur sjálf. Við þurfum hreyfingu til að komast inn í eininguna. Já, og þetta er hreyfingin. Það er þetta erfið ástand eins og sjúkdómar, raskanir, erfið lífsverkefni, áföllin. Já. Ég held ég sé búin að taka þetta. Já. Er að velta fyrir mér innsæi og að trúa og treysta því að finna á sér eða vita án þess að vera búin að velta því svo mikið fyrir mér en
vera að upplifa að innsæi var það rétta í því augnabliki. Já, einmitt. Sko, já, innsæið okkar er nefnilega það sem að við erum að stefna í áttina að aftur. Við getum sagt, áður við komum í jarðvistina, þá vorum við fullu innsæi. Já. Já, ok. Svo erum við komin hérna og með miklar hulur og svona mismiklar og að því að við ætlum ekki að muna of mikið, að því að við ætlum að læra svolítið, svona, já, til þess erum við komin. Og svo ákveðnum tíðanbylum í lífi okkar, við erum yfirleitt búin að setja þetta líka niður sjálf til. Hvenær við ætlum að opna inn á innsæið og það er náttúrulega alltaf eitthvað opið. Já, alltaf, já, hjá öllum. Og það er nefnilega svo oft þannig að innsæið er rosalega virkt hjá okkur. Við bara þorum ekki að hlusta. Við þorum ekki að bregðast við því. Þá meina ég, innsæið er ofta að sýna okkur leiðir. Er að sýna okkur eitthvað. Þannig að þessi augnablik sem að við upplöfum, að við hlustum á innsæið, og það sem kom út úr var rétt. Það er lítill hluti af því raunverulega hvað við vorum alltaf að finna í innsæðina, því að við þorum ekki að reagera á það. Já, ég skil, já. Það er þessi ótti. Og þetta svo, nei, það getur nú ekki verið að ég sé að upplifa eitthvað svona, ég er nú svo ómerkileg. Getur ekki verið að ég sé svona næm eða, þú veist, á allt þetta andlega. Já. Það er svona þetta lága sjálfsmat sem er svona í samvitundinni. Já. Og það má segja að þetta sé bara að störfum öllum stundum. Og þegar við einmitt tengjumst því sem mest, að það er einmitt þegar við förum að gera eitthvað sko sem að við náum svona ákveðnum fókus. Já. Og það er misjafnt eftir hvernig kerfin okkar uppbyggð. Sumir tengjast innsæðinu mest í göngutúr. Sumir tengjast í mest eða fara í svona rosalega kröftuga hreyfingu. Þetta er svo misjafnt. Tónlist, hugleiðsla, raunin eitthvað sem heldur líkamsmeðvitundinni upptekinni. Eins og að lita eða mála. Þá fer allt þetta flæði. Þetta er bara spurning um svona að róa niður líkamskerfin. Þar leiðandi heilagrútið. Þeir eru alltaf að vesenast annað. Jú. Já. Þannig að það er... Þú saknar þess vantilega ekki að vera... Nei, það var svolítið gaman að taka smá dífu. Já. Það hefur því ekki. En það er, það er svona saman, ég dreg þetta saman, þeir eru innsæðin ykkar eiginlega öllum stundum. Þið bara upplifið að það hafi verið eitthvað eitt atvik fyrir mörgum árum, þá datt innsæðið inn. Þetta er rauninni rangtúlkun, þannig séð. Það er bara þannig eina skipti sem að þið þorðuð að bregðast við og það reyndist vera rétt. Jú. Ok. Heyrðu, þá er það síðasta spurningin. Mig langar til að spyrja hvort að þú, Kakala, getur hjálpað mér, skrifar þessi kona hérna, að öðlast líf á ný. Ég veit að ég er lifandi, en líkami minn er mjög veikur. Er í raun áhorfandi af lífinu á unga dóttur sem ég þrái svo heitt að geta gert svo margt og bara allt með. Ég hef trú og von og ég hef upplifað kraftaverk, en ég er búinn að reyna svo margt og svo lengi til margra ára. Ég bið því heilum, aðstoð, lækningu og hjálp og svör. Ég færi þér þakkir. Elsku besta mín. Mig langar að segja þér, eins og þú kannski veist í innsæðinu þínu, æðra sjálfinu, að þegar þú biður okkur
það þurfum við alltaf og viljum alltaf bregðast við. Það okkar skylda. Við erum hérna til þjónustu við þig og ykkur öll. Þú notaði þinn frjálsa vilja til að setja í planið þitt þennan ákveðna sjúkdóm og þetta ástand einmitt eins og ég var að koma hérna inn á það til að komast í gegn. Til að komast á dýptina, til að komast lengra inn í eininguna úr aðskilnaðinu og að sjálfsögðu bregðustu við óskinni og beiðnum þínum sem á alltaf og sjáðu til. Þú ætlar að setja þér ásetning og þú ætlar að sjá fyrir þér að þú sért orðin heilbrigð, þú sért komin í jafnvægi og þú ætlar að segja takk fyrir elskulegu kerfi, líkamskerfið, andlegi hlutinn að setja mig í jafnvægi á ný. Ég veit að ég ákvað að koma og upplifa ójafnvægi. Það var til að sálin myndi læra meira til ég kæmist í meiri einingu. Og nú ætla ég að fá jafnvægi á ný af því að þú stýrir þessu. Þú stýrir ferðinni alltaf. Við erum hérna á kantinum alltaf tilbúin að gefa orku öllum stundum. Og þú ert búin að biðja það og því verður svarað. Við sendum til þín allt sem þú þarft, rétta tíðni. Og ég bendi þér á að það eru nokkrar leiðir sem þú getur notað til að komast að mér. Þú getur alltaf hugsað til mín og það nóg, trúðu því. Leið og hugsa til mín nafnið mitt eða hvað það er. Ég hugsaði minna þátt það sem ég var að tala, eitthvað tengt mér, þó myndir ekki eins og muna nafnið, muna eftir röddinni, að þá ertu strax búin að tengja þig við mig og teymið mitt. Hér eru margir aðilar að starfa saman og þú getur einnig komið til mín, tengst mér með svona meiri líkamlegri leiðum og þú veist hvað ég meina. Þú getur bókað tíma og það munu vera settar upplýsingar það með þættinum. Þannig að þú veitir nákvæmlega hvaða möguleika þú hefur og myndu nú ertu orðin heil og þú þakkar fyrir það. Myndu líka ef þú ferð aðeins í minnið þitt að tíminn er afstæður, hann er raunverulega ekki til. Þú ert orðin heil. Takk fyrir. Þetta eru stórkostleg skilaboð og sú sem að spurði að þér er velkomið að senda skilaboð á eininguna podcast og það verður allt gert til að hjálpa og koma til móts við þig. Elsku Kakala, það eru komnar allar spurningarnar og ég nýt þess alltaf að hlusta á þig og gerir nú mjög mikið af því eins og þú veist og stöðugt meira. Nú ætlum ég bara að spyrja þig, er eitthvað sem að þig langar til að tala um? Já. Ok, gjörðu svo vel. Já. Ég vil koma með smá hvatningu. Endilega. Já. Mér langar að hvetja ykkur til að fara að taka fuglana til fyrirmyndar. Fara að hafa ykkur eins og fuglinn. Já. Já.
upplifa ykkur frjáls, þá eru þið frjáls. Alveg sama í hvað aðstæður þið eru hverju sinni. Þá fljúið þið yfir eins og fuglinn. Þá eru þið komin beint í innsæið ykkar. Sjáu þið fyrir ykkur að þið séu fugl fljúandi yfir. Og því hann flýgur svo hátt og hann flýgur svo langt og vítt út allt, já, hann sér allt. Hann sér ekki bara það sem hann vill sjá. Af því það er svolítið það sem að einkennir viðhorfin og hugsanagangin ykkar. Þar til þið farið að verða eins og fuglinn, þið fljúið upp. Þá sjáu þið allt sem við þurfið að sjá. Ekki bara það sem við viljið sjá. Já. Og þið eru frjáls. Já. Það er nóg fyrir ykkur að hugsa þetta. Af því auðvitað geri ég mig grein fyrir því og því að þið eru ekki að fara að fljúga. Ekki sko með líkamannum. Nei. En þið eru að fara að fljúga hérna með hjartan ykkar. Já. Að fljúga. Það fáið þess yfirsýn. Já. Þetta er leið til að opna á aðra sjálfið og næmninu og allt þetta. Innsæi og allt þetta. Sem er kallað ýmsum nöfnum en er í rauninni alltaf saman. Já. Þið eru frjáls. Þið fljúið frjáls sem fuglinn. Hátt, hátt, hátt upp í skýjunum. Þið fljúið. Og þessi tilfinning sem þið finnir núna, þið munið aldrei gleyma henni aftur. Nei, því þetta er tilfinning sem þið þekkið. Þið eru bara núna að rifja hann upp. Fljúið yfir. Og þið eru frjáls. Svo komið þið aðeins tilbaka og lendið á jörðinni og brasið aðeins í verkefnum. En þið hafið alltaf tækifæri til að taka flugið þarna. Já. Og horfa yfir og þá fáið þið svör við öllu, lausnir við öllu, allt sem að þið þurfið að fá. Já. Munið líka smá kóði og punktur að það skiptir meira máli að þið fáið til ykkar það sem þið þurfið að fá en það skiptir minna máli að þið fáið til ykkar það sem þið viljið fá. Já, þetta var svona lokapunktur frá mér. Já, í svona smá galsa líka. Já, smá galsa. Það er svo mikið galsi í fuglunum og gleði. Og gleði. Já. Og getum við ekki líka sagt að galsinn sé raunverulega mesta viskan? Jú, alveg rétt, já. Það er þannig. Og nú set ég þetta í þínar hendur, elsku Kakala. Já. Ef þú vilt segja meira þá endilega. Ég er búin að skila mínu. Þú ert búin að skila þínu? Já, í þetta skipti. Þetta er nú eitt af mörgum skipti sem að ég kem. Já. Ég sé svona aðeins fram í tíman. Já. Sem reyndar ekki til en já, ok. Já. Ég nú er hætt. Það er á hreinu. Nei, ég kem aftur. Við þurfum að taka þetta í ákveðnum bútum. Já. En svo þurfum við að taka inn. Það sem ég kem með. Og svo kem ég alltaf aftur. Já. Kæru hlustendur, þið megið treysta því að þetta er aldeilis ekki síðasta skipti sem að þið fáið að njóta þess að hlusta á viskurina Kakölu og hennar dýrmætu kennslu sem að er okkur mikils virði. En ég þakka ykkur öllum innilega fyrir að hlusta á okkur og horfa á ykkur
og kveð ykkur með innilegu þakklæti. Takk fyrir mig. Ég elska ykkur. Ég elska ykkur. Ég elska ykkur. Munið að þið eru öll frjáls. Þið eru frjáls. Þið eru frjáls.